Komið sæl og verið velkomin á Hrafnaþing. Í dag komin til okkar Hilmar Malmqvist sem líffræðingur og forstöðumaður Náttúrufræðistofu Kópavogs. Hann ætlar að segja okkur frá nýjasta stöðuvatni landsins sem heitir Blávatn og hefur myndast á síðustu árum í Gíg-Oks í Borgarfirði. Á meðan að erindinu stendur þá læt ég ganga þessa gestabók sem ég bið ykkur að skrá nafn ykkar í. Og ef þið viljið vera með á póstlista Hrafnaþings til að fá áminningar erindi þá getið þið sett netfangi ykkar þar. Við gerum ráð fyrir að þetta takir svona 45 mínútur með umræðum og við tökum erindið upp þannig að þegar að þið fáið orðið þá ætla ég að biðja ykkur að taka við mikrofóni hjá mér. En Hilmar, gerðu þið svo vel. Já, þakka þér fyrir og gaman að vera með ykkur hérna í dag og ég þakka fyrir boðið að fá að flytja þetta erindi, Blávatn, nýjasta vatn landsins. Ég ætla að greina hérna frá fyrstu rannsóknarniðurstöðum Náttúrufræðistofu Kópavogs og að þessu erindi standa aðrir starfsmenn Náttúrufræðistofunnar. Það háttar þannig til að ég á sumarbústað í Hvítársíðu ásamt 3 öðrum systkinum mínum og móður og við höfum rekið hann síðan 1992. Og við hjónin við göngum hvert sumar mikið þetta svæði í kringum Okið, Geitlandið og hérna inn með Viðgelmi á þessu svæði. Síðan 2007 þá hef ég gengið á Okið árlega einu sinni eða 2 sinnum. En Okið þetta grágrýti stingja, nokkur 100.000 ára gömul og runnin á hlýskeiðum, ísaldar. Og ummerki næst Okinu benda til þess að rof sé fremur lítið. Þið komið til með að sjá það betur eftir að myndum. Þetta alltaf mikið myndskritt erindi því að þetta svo ungt vatn að lífríki svo lítið komið af stað en þetta afskaplega fallegur staður. Hæsti punktur Oksins 1141 metri samkvæmt korti sem birtist í ferðafélagsbók 2004 líklega í grein eftir Freystein heitinn Sigurðsson. Við sem sagt eiginkonan vorum á gangi 7. ágúst 2007 upp á Ok, það tekur 2,5 tíma, þetta alls ekki erfið ganga, þetta svona aflíðandi en mjög stórgrýtt. En það sem blasti við okkur sem sagt þegar voru komin upp á toppinn, þar var þessi vatnsmynd og ég hafði sem sagt gengið þarna upp ekki hvert sumar, heldur býsna oft fram að því og aldrei orðið vatnsins var. Og staðkunnir heimamenn þar á meðal Snorri Jónesson á Augastöðum, veiðieftirlitsmaður og bóndi með meiru sem flýgur þarna Hann kannaðist aldrei við að sé þarna stöðuvatn fyrr. Það sama sagði líka Sigurður Eydil Guðmundsson á Kirkjubóli en Okið blasir dálítið vel við Kirkjubóli en hann náttúrulega sér ekki ofan í gíginn en sér jökulflákan sem í utanverðu Okinu norðanverðu. Og á síðastliðnum 15 til 20 árum hefur þessi fláki skroppið verulega mikið saman vegna hlýnunar loftslagshlýnunar. En sem sagt svona lítur vatnið, eða leit vatnið út í ágúst 2007 frá vörðunni á hæsta punkti Oksins. Þarna komin bara býsna góð vatnsmynd á það en síðan á þessum 4 árum sem eru liðin hefur það stækkað. En sem sagt tilurð vatnsins rakin til loftslagslínunar og hérna hef ég brugðið upp hitastigferli frá Stykkishólmi frá 1798 til 2007. Þetta úr loftslagsskýrslunni stóru sem var unnin fyrir umhverfisráðuneytið. Og hlýnun hér á landi hefur verið í takt við það sem gerist á norðurhveli 0,7 gráður á öld að jafnaði. Svo það náttúrulega mismunandi eftir landshlutum og svo framvegis.
En þetta endurspeglast líka í hlýnun vatna, sérstaklega grunnravatna, og Náttúrufræðistofan hefur fylgst með Elliðavatni núna talsvert langan tíma og orðið sér út dýrmæt hitasstigsgögn frá 23. ágúst 1987 með klukkustunda mælingum eða 4 mælingum á klukkustund síðan þá, sem sennilega besta vatnshitagagnasería sem til á landinu þótt víða væri leitað. En þarna sjáum við sem sagt tímabilið hitastigsferilinu bláu punktarnir frá janúar 1988 til desember 2010 og það er semst að ræða mjög marktæka hlýnun, sérstaklega fyrri hluta eða seinni hluta vetrar snemma á vors og svo aftur haustið eða síðsumars og mestur er hitinn eða aukningin í apríl 2,7 gráður eða svo að jafnaði. En einstakir dagar eru ennþá hlýrri og þið sjáu þarna líka þessar svörtu punkta, þetta er bleikjuafli og hefur farið snarminnkandi á þessu tímabili en urriðin er bara á sínu sveiflandi róli og hefur ekkert breyst marktækt. En þessi minnkun í bleikjuafla er rakin til hlýnunar. Ég ætla ekki að fara nánar í það hér, það er bara annað erindi. En hér er líka, þetta eru gögn líka úr Elliðavatni, þessu grunna vatni sem er að hlýna. Rauða línan er semst lofthitinn hérna á höfuðborgarsvæðinu og þetta lofthitinn og vatnshitinn í þessu grunna vatni fylgist einstaklega vel að. Þetta er semst hlutdeild bleikju í silungsafla og næri yfir lengra tímabil, 10 árum lengra heldur en afli og sóknareiningu, nær aftur til 74 og það er náttúrulega sama tilhneigingin. En sem sagt, tilurð vatnsins er rakin til hlýnunar og hér höfum við loftmynd frá loftmyndum frá 99 tekin seint í ágúst eða byrjun september af Okinu og þetta hér snýr í norður og jökulflákinn sjálfur sem sést úr Hvítársíðunni er semst hérna í utanverðri hlíðinni að norðanverðu. En svo aftur í ágúst 2008 þá er komin eins og við sjáum góð vatnsmynd inn í innri gígbarminu. Nú verð ég að ráðfæra mig við jarðfræðing og eftir hvernig stendur á þessum innri hring hérna. En þarna er sérst komin fín vatnsmynd 2008 ári eftir að við hjónin göngum fram á vatnið. Og titillum, þið sáuð heitið á vatninu er blávatnið, þetta er sérst ekki formlega staðfest, en kunningi minn, skólabróðir og hagyrðingur sem fór með mér árið eftir að við fundum vatnið, hann stakk upp á þessu nafni og sem er mjög gott og hefur verið lagt fyrir sveitarstjórn borgarbyggðar en þeir eru eftir að taka afstöðu til þess. Þeir hafa þó haft ár en ekkert gerst ennþá. Kannski verður þetta bara til nafn með því að festa svona smá sem í sessi með því að nota það. En þetta er sem sagt í ágúst 2008, hér er mynd eftir hann Odd Sigurðsson sem líka mættur hérna með okkur. Þetta er frá september 2003 og Oddur vill meina að þá hafi verið komið vatnsmynd einhver á það. Ég er ekki alveg sammála því en það sést alveg hérna að það er eitthvað vatnsgæni þar sem útfallið var, það er ekki lengur afrennsli frá vatninu. En inni í gígrýmanum er erfitt að sjá að það sé vatn og ég er ekki viss að það hefur verið á þessum tíma en það eru ekki aðrar frásagnir. Ég held að þessi loftmynd sé það eina en Oddur getur kannski frætt okkur betur þá eftir. En hér er aftur frá loftmyndum síðsumars 2008 og þetta er bara líka svo falleg umgjörð vatnið. Þetta er dæmigert gígvatn, einstaklega fallegt. Þá held ég að ég ætla að spila fyrir ykkur hérna myndbandskeið. Við sýjum í suðurendan á vatninu og snúum vélinni hægt til norðurs og komum bráðum að hæsta punkti á riminu. Þið sjáum þess að vörðu þarna sem eru með merki danska, eða leiðangurs úr danska herforingjaráðinu. Hér er ennþá jökull sem liggur út í vatnið og þetta á væntanlega eftir að hverfa með áframhaldandi hlýnun. Við sjáum hérna þessa grágrýtis urð og það eru þarna skemmtilegar jarðmyndanir sem ég kann ekki að túlka en jarðfræðingar hafa vafalaust gaman af
og ég hvet þá endilega til þess að fara í leiðangur þarna upp yfir. Þetta er svo ferskt og fínt. En þarna fengum við aðeins svona nasasjón af nærumhverfinu. En hér er aftur loftmynd sem einn af fólkinu, já, þann Arnar Bergþórsson á Húsafelli tók fyrir mig. Þau fljúga þarna á rellu býsna oft. Þau höfðu ekkert orðið vör við þetta vatn fyrr en ég hef búin að benda þeim á það. Þó fljúgaðu þarna í kring, sko. En það var semst farinn myndarlegur rannsóknarleiðangur 24. ágúst í fyrra. Og Oddur Sigurðsson, hann flaut með þyrlu frá Reykjavík og tók nokkra myndir og þær eru hérna nokkrar eftir hann sem sýnir ykkur ágætlega lögunina og svona nær umhverfi vatnsins. Þetta er tekið svona í suðsuðaustur. Þessi mynd er tekin í vestur. Hér eru aftur komin niður á jörðinu og þessi er einnig tekin í vestur þvert yfir vatni. Og þessar fannir eru sem sagt smá saman að hverfa alveg og hér sjáum við aftur austur jaðarinn við vatni og þetta er þá jökulgarður sem á eftir að fara væntanlega. Hér var afrennsli 2007 hérna útum. En það er ekki lengur, allavega ekki hásumar en er væntanlega í snjóbráð á vorin. Og þetta eru þá líka efstu drög Grímsár. Nei, jú, væntanlega, sem þið sjáið þarna. Og það var sem sagt farið með tól og tæki, gúmbát og annað í þyrlunni. Það var svona hagkvæmasti ferðamátin, þetta var það mikill búnaður með okkur. En þetta bláa, þetta er í 1114 metra hæð yfir sjó og það telst mér að sé það stöðuvatn sem liggur hæst yfir sjó. Öskjuvatn er 1050 metrar. Grímsvötn teljast ekki eiginleg stöðuvatn, heldur Sigketill sem tæmist og fyllist. Einhver fjöll eru á Tröllaskaganum en þau ná ekki þessari hæð. Ekki vatn af þessari gerð, þessari stærð og þessum tærleika líka. Það er náttúrulega fullt af einhver svona jökullituðum vötnum að myndast við jökuljaðra sem eru að horfa. En fá vötn held ég að sé að þessum tærleika og þessari gerð. En mesta breidd semst er 240 metrar og mesta lengdin 400 og svona gróft reikna flatamál er 96.000 fermetrar eða 10 hektarar. Meðaldýpið, eða mesta dýpið var 4,5 metri en það kemur í ljós að það er íslinsa á botninum. Þannig að væntanlega á vatni eftir að dýpka en þó við vitum ekki hvað mikið. Við getum beitt þríhyrningsreglu Pýþagórasar út frá gráðuhalla á aðliggjandi köntum. Þá verður vatnið býsna djúpt en það er náttúrulega rennt blint í sjóum með áætlað út frá því. Þannig að við bara bíðum. En þetta er sem sagt, vatnasvið er afskaplega lítið eins og þið sjáið. Og það markast bara af gígbarminum hérna ytri og þvermálið er 857 metrar. Það er vatnasviðið allt sem er innan þess og hallar út frá þessu í allar áttir. Og vatnasviðið er náttúrulega mjög grýtt og það er berangur og nánast engin gróður, þannig að það er ekki mikið af næringarefni sem kemur til með að skila sig inn í vatnið á næstu árum eða áratugum. Og í dag er það semst afrennslislaust allavega síðsumarið. Er ekki hægt að þetta vatn hverfi bara þegar Jó, ég kem betur á því eftir en þess vegna er blávatni líka heitir það því að þú getur þá bara snúið yfir að þetta sé ekkert blávatn. En skálinn er ennþá það þétt og það er alveg þekkt fyrir gígvötn af þessu tagi sem liggja hátt að þau halda vatni. Það er tilfelli en það verður bara áhugavert að fylgjast með því hvað gerist. En þetta er mjög kalt vatn eins og gefur að skilja. Við höfum farið þarna og mælt hitastig 2-3 og það er innan við 2 gráður þegar það hefur verið heitast og það er við hérna í fjörumálinu þar sem steinar eru og sandur og svartur litur til að hita það engu síður upp en það nær ekki meiri hita. Nú rafleiðnin sem er svona grófur
grófur vísir á framleiðni getu vatns, styrkur uppleystra efna ekki nema 7-9 mikrosiemens á sentimetra sem álíka og finnst bara í regnvatni. Þannig að styrkur efna þarna býsna lágur. Það þarna samt, þið sjáuð styrkur heildar kolefnis, lífræns kolefnis, 0,33 milligrum í lítra. Þetta svona fremur lágt, en samt þetta ekkert lægra heldur en gengur og gerist þegar það lægst til dæmis í Þingvallavatni. En kísilstyrkur þarna afskaplega lítill. Ef við setjum þetta í eitthvað stærra samhengi, þá ég búin að raða hérna upp rafleiðni, upp í 150 mikrosiemens á sentimetra í 62 stöðuvötnum, bara vaxandi rafleiðni, að þá Blávatni hérna neðst í skalanum. Þingvallavatn kannski eitthvað svona í kringum 90. Það hérna Ásbjarnarvötn og Hofsafrétt og Urðarvötn. Já. En hérna semst fosfor, annað helsta næringarefni sem frumframleiðendur þurfa. Hér líka úr þessu gagnasafni. Þetta yfirlitskönnun og lífríki íslenska vatna sem Náttúrufræðistofan kemur að. Fosforstyrkur raðað eftir meðaldýpi vatnanna. Og Blávatn náttúrulega mjög lágt eins og rafleiðnin gefur til kynna. Þetta ekki nema undir 10 mikrogrummum í lítra. En það sama gildir köfnunefni. Þetta sama uppfæslan, að þetta voða svona þunnur 13. Nú ef við snúum okkur svo að lífríkinu, að þá sjáum við hérna þessa fyrstu lífveru sem við getum kallað einkennislífveru hóp vatnsins. Það kísilþörungar. Við höfum fundið 15 tegundir og flokkunareiningar alls af þörungum og þar kísilþörungar ráðandi og fyrst og fremst þessar 3 tegundir hérna og við getum kallað þetta hér einkennislífveru vatnsins á þessu stigi. Það þessi kísilþörungur hérna, Agnanthes subatomides, og heildarfjöldin 72.606 í lítra sem 78 milligrömm í per rúmmetra. Við kíkjum aðeins á þennan subatomides, eins og nafni gefur til kynna, þá þetta eitthvað smátt. Þetta semst agneski eða langeskingur og hann mjög lítill, heildarlengdin ekki nema 10 mikrómetrar. Og þessi smæð, og þetta mjög harðger tegund, hún getur þraukað af einhver 100 ára á dvalastígi. Og þetta það sem einkennir helstu lífverurnar sem við finnum núna í vatninu. Það smæðin og þetta að hafa dvalastig og vera harðgerar, þrauka af frost og þurrka, súrefnisþurrð og svo framvegis og næringarefna, lítið næringarefnastýr. Þetta semst algengasta lífveran, getum við sagt, í vatninu enn sem komið Þetta þessi Aulycothera islandica sem líka kísilþörungur og þó að lífverurnar séu smáar þá þetta augna yndi að byggingu. Og allar þessar tegundir 15 af þörungum finnast semst hér á landi og til dæmis finnast í Þingvallavatni. En þessi subatomides ekkert algengur þar, ekki eins og í Blávatni. Nú, hér aftur bara fjölda hlutdeild þörungana og kísilþörungarnir sem sagt alls ráðandi og þetta náttúrulega bara þekkt svo sem í vötnum af þessari gerð, svona næringarefna snöð vötn við erfiðar aðstæður. Það sem sagt 87% af fjölda til en 90% af rúmmáli eða lífþyngdinni. Nú, við mældum líka blaðgrænu A og þetta byggt semst á ósíðum sínum, þannig að við erum ekkert að rugla neitt tegundarsamsetningu eða magn út frá einhverjum möskvastærðum í sigtum. En við eigum hérna sýni frá júlí 2009, 0,36 mikrogram í lítra og eru komin hérna upp í 1,65 árið eftir. Hér var vatnið svona í mun fátækari mynd heldur en árið eftir og mun meira bara snjóbræðsluvatn. En þetta töluverður aukning og til að setja þetta líka í eitthvað samhengi þá hef ég brugðið upp hérna gögnum frá Þingvallavatni sem Náttúrufræðistofan á. Þetta sem sagt svona ferill yfir árið eða allavega frá vori og langt fram á haust
og eins og flest íslensk vötn þá eru þau tvítoppa í frumframleiðslu og svo hérna munur á milli dýpa. Þetta eru hérna nær yfirborði hérna það sem sunkar niður, sem sunkar niður yfir hásumarið og Blávatn sem sagt býsna neðarlega í þessu rófi. En að dýrunum við höfum fundið sem sagt 3 tegundir getum við sagt af dýrum í Blávatni. Og þetta eru þá fyrstu landnemar þessa unga vatns og þarna að ræða 2 tegundir af þyrildýrum. Annars vegar þessi spaðaþyrla hérna, Keratella cochlearis. Hún lítil, þetta lítil lífvera, hún lítil á meðal þyrildýra og sama gildir sérstaklega reyndar þessa gastropus. Þetta eru mjög harðir naglar, þeir þola allt og ekkert og eru þekktir fyrir þetta kryptobiosis eða dvalarstig að það slokknar eiginlega á líkamsstarfseminni, hún greinist ekki en við réttar kringumstæður kviknar á þeim. Þannig fara þeir að því að þola allan fjáran, getum við sagt. En þetta hér nú skemmtilegasta dýrið að svo komnu, það eru bessadýr. Þetta sérstök fylking af hryggleysingjum og þetta sem sýni tekið með 45 mikrómetra sigti og úr seti á ísbotninum. Það var mjög fínt set, erfitt að ná í það, getur rétt ímyndað ykkur það, hvernig að taka setsýni af jökulbotni. En það var býsna mikið af þeim og það umreiknaður hérna fjöldi á fermetra, tæplega 2000 bessadýr á fermetra og líka svo eggin þeirra. En þetta eru líka sem sagt smádýr, 50 mikrómetra hérna, einingin. Og líklega þau tilheyra annað hvorri ættkvíslinni hérna, þessi Macrobiotus eða Hypsibius. Það eru þekktar 20 tegundir af bessadýrum hér á landi samkvæmt Tuxen í hans grein frá 1941 og í heiminum áætlað kannski séu til 1000 tegundir af þessum dýrum. En þetta eru virkilega áhugaverð dýr sem ekki hefur verið gerð mikil skil, hvorki hér né annars staðar. Þetta semst önnur tegund heldur en finnst í Blávatni en svipar þau þekkjast á þessu að vera með 4 fótapör. Frambólurinn hérna og munnur og þau eru með sérlega lagaðan rana sem þau skjóta út og inn fyrir frumuvegg á jurtum og þörungum og sjúga sem sagt hérna frumusafa. Þetta eru jurtaætur fyrst og fremst. Þetta sem sagt fullorðið dýr og meðan þau eru virka þá eru þau bara viðkvæm eins og flestir hryggleysingar. Þau eru svona mjúk og viðkvæm. En eggin þeir eru líka flottar byggingar og náttúrulega miklu smærri og hér sem sagt eggtegundarna Macrobiotus sem önnur ættkvíslin, önnur ættkvíslin sem býr í Blávatninu. Og þessi dýr sko, þau þola suðumark, þau þola alkul, þau þola mikla geimgeislun og þau eru að fara af stað í geimferð til Mars 8. nóvember næstkomandi í rússnesku gervitungli og verða 4 ár á leiðinu og koma tilbaka og það semst verið að prófa hvað þau þola því að það verður náttúrulega reynt að kveikja lífið á þeim aftur eftir þessa þolraun. Þannig að þetta eru líka algjörir naglar. Þau hafa verið þekkt þessi dýr þó þau séu smá í býsna langan tíma. Þetta er litografía frá 19. öld, snemma eða fyrirhluta 19. aldar og takið eftir bara fjölbreytileikunum því að þó þau séu smá að þá eru þau mjög fjölbreytta lit. Þau já, þetta bara líka svo skemmtileg mynd, ég gat ekki stílt mig að sleppa að hafa hana með. En einnig til að setja þetta í eitthvað samhengi að hér höfum við sett upp þéttleika dýra í setvist íslenskra stöðuvatna og þau eru 49 hérna og raða bara eftir vaxandi þéttleika í setinu og svona jafnan eru að tala 20 tegundir úti í setvistinni og þéttleika á bilinu 30 til 200.000 dýr og vel að merka þetta tekið með 250 mikrómetra sigti. Hér eru að tala 45 og 2000 þannig að þetta vatn á langt í land, getur við sagt. Í fjörubelti sem mikilvæg
mikilvægt búsvæði og mikilvæg fjöruvistin mjög mikilvæg fyrir hérna lífríki og vistkerfi Stöðuvatna. Þarna sækja meðal annars fuglar og fiskar fæðu sína. Að við tókum sýni þar og fjörubelti einkennist því að þarna engin gróður og þetta grjót nýkomið undan jökul og ís og óveðrað og hrufótt og hefur alla tilburði til þess að hýsa mikinn fjölbreytileika lífs. Svona lítur sem sagt fjörugrjótið út þarna sem við burstuðum hérna ofan í sigti og fundum ekki neitt. En þannig að það eru ekki komnir í þetta vatn einir hefðbundnir hryggleysingar eins og við þekkjum það í íslensku stöðuvötnum. En af því að við notum 250 mikrómetra sigti þarna eins og gengur og gerist þegar það verið að athuga fjöruvist, þá náttúrulega töpuðum við bessadýrunum sem við fönguðum í 45 mikrómetra siktið. Þannig að það allt eins líklegt að ef við höfum notað það siktið þá værum við að telja einhver bessadýr hérna. En sem sagt engar aðrar lífverur. Og ef við kíkjum á það sem gengur og gerist hér, þá erum við akkurat að tala um þetta. 20-30 tegundir í fjöruvistinni í grýttu fjörubelti og meðal þéttleiki vatna svona sirka 12.000 dýr. Til að hafa þetta í einhverju samhengi. Nú, það náttúrulega eðlilegt að spyrja sig hvað það sem við finnum ekki í þessu unga vatni og það vantar þarna margar fylkingar og undirfylkingar og flokka þeirra. En þarna á meðal eru sem sagt frumdýr, svampar, holdýr, flatormar, þráðormar, linddýr, mosadýr og liðormar og ég hef svona feitletrað það sem oft svona áberandi og verið skipta miklu máli almennt í fjöruvist íslenskra stöðuvatna. Nú og svo liðfætlur og þar á meðal eru áttfætlumaurarnir, engin krabbadýr og merkilegt nokk engin skordýr ennþá. En næsta spurning auðvitað við hverju býst maður, hver verður framvindan? Og það svo sem auðvelt að spá fyrir það að það sem fyrir að það vaxi að einhverju marki allavega tíma og gerur ráð fyrir að í fjöruborðinu finnum við mosa. Við sjáum á eftir að það eru mosar þarna innan grjót á þurrlendinu. En við gerum ráð fyrir að það fari að detta inn þarna dýr svona eftir því sem tíminn vindur fram sem eiga tiltölulega auðvelt með að flytjast. Dýr sem eru smá geta borist með veðri og vindum og fuglum eins og með þekkja úr Surtsey. Einkanlega má búast við fljúgandi skordýrum og þá kannski rykmý, ekki síst kulmý. Það var fyrsti landræni hryggleysingin sem nam Surtsey. Nú vorflugur og ég nefni þær sérstaklega hér vegna þess að strax sumarið 2007 þegar ég var á gangi hérna þá rakst ég semst á vorflugur sitjandi í fönninni ofan í gígnum. Og nú með tíman að það einhvern veginn svona mettun og kúrfa sem að reikna með landnámið. Og þetta svo sem þekkt víða og meðal annars úr Surtsey. Með fræplöntur á fyrstu 40 árunum þá held ég að fara rétt með það að það hafi numið land í Surtsey ein planta á ári að jafnaði. Það var lítið fyrstu 20 árin en svo jókst það en með landræna hryggleysingja þá voru það 17 stykki á ári fyrsta áratuginn. Það gildir náttúrulega aðeins annað þetta og þarna hátt uppi. En samt þetta eitthvað svona ferli sem við eigum von á. Nú, það vel vitað að þessi smáu dýr þau berast meðal annars með fuglum og þessi myndir sem tekin á okinu og við rákumst á nokkra svona frostþurrkaða fugla. Þetta lítur út fyrir að vera einhver spörfugl en á eftir að greina og við erum með sýni, hirtum þá. Og í einni ferðinni hef ég heyrt í hrafni eða hröfnum. Þannig að fuglar eru þarna á einhverju sveimi og líka rákust á eina hrossaflugu í ísnum sem líklega hefur borist nýlega og fokið þarna og orðið úti. En það má náttúrulega reikna með smærri flugum eins og rykmýi og þá kulmýi. Og ég nefndi það, ég held ég fari rétt með þetta sé mosi en þá bara leiðrétta með plöntufræðingar.
En þetta þarna á innri gígbarminum, þegar farin að skjóta rótum þarna mosi. Svo hérna aðeins nokkra myndir í lokin til að sýna ykkur hérna svona bara umhverfið. Þetta mjög fallegt, það mjög litríkt, þetta á innri gígbarminu hérna. Hér vestur hliðin og það hrynur stöðugt hérna úr. Hér jökull og hann að bráðna. Hér Þóra, hún með svona auðkenni til að tínast ekki upp á fjöllum. Nei, þetta skordýraháfurinn og hún var semst með háf og ætlaði að veiða skordýr á flugi en það veittist semst ekkert. En hér eitthvað skemmtilegt á ferð fyrir jarðfræðinga, hér svona holótt hérna rás og þær eru fleiri svona, það svona æðar með holum inni. Já, ef ég tek þetta svo saman að þá semst að tala nýjasta og yngsta stöðuvatn landsins, það 4 ára núna, rétt liðlega. Þetta hreint og tært gígvatn sem myndað vegna loftslagshlýnunar og bráðnunar jökuls. Þetta mjög líklega hæsta vatn landsins, 1114 metra yfir sjávarmáli. Það mun stækka eitthvað út af þessum jökli sem enn við jökul, við austurjaðarinn og í botninum. Vatnasviðið afskaplega takmarkað og það berangur, grjót, næringarefni þar alveg í takmörkuðu mæli og verða það eitthvað áfram en auðvitað ef eitthvað líf kemst svona af stað að þá verður þetta nú einhver svona súpa sem önnur dýr, það náttúrulega líka forsenda fyrir því að það flytjist þarna inn og nái að þrífast, að það sé eitthvað að lifa á. En lífríkið þarna semst mjög einfalt og vistkerfið skammt á veg komið. Alls 15 tegundir af þörungum, 2 tegundir af þyrildýrum og svo líklega 1 tegund af bessadýrum. Og þessar lífverur sem smáar og harðgerðar og hérna, þær geta fjölgað sér kynlaust og bessadýrin eru líka tvíkynja, eru ekkert háð hérna öðrum. Og ég segi þarna að líklega hafa þau verið þarna á þessum stað lengi, minnstakosti hundruðir ára ef ekki 1000. Því að þau á dvalastígi þola þannig hérna geymslu. En þetta semst ekkert síður held ég kjörið tækifæri til þess að vakta framvindu lífríkis heldur en til dæmis Surtsey. Og það verður áhugavert að fylgjast með þessu hvaða lífverur nema þarna land næst og hverjar koma til með að þrauka af. Og bara yfirleitt náttúrulega yfir höfu hvort að vatni verði þarna áfram. En ég tel að þetta sé þannig vistkerfi að það beri að standa vörð það og komi í veg fyrir að menn til dæmis fara að flytja eitthvað ofan í svona vötn eða hvort sem það gert meðvitað eða af misgáningi til að leyfa þessu að þróast á eigin vegu. Svo ég svona með í lokin ef ég ekki runnin út á tíma myndband sem flytur ykkur niður á vokinu. Það líka áhugavert fyrir jarðfræðinga að sjá. Í lagi með tímann? Það ekki til að stækka. En, já, hvernig fæ ég það til að stækka? Já, það komið. Við fáum aðeins yfirsýn yfir vatnið og flott þegar það farið yfir gígbarminn og svo bara eins og maður rennir sér að sleða niður ekki örugglega allavega eitt mjög fallegt á leiðinni sem maður tekur ekkert mikið eftir svona, allavega alls ekki úr bíl á Kaldadal. En skal sjá að það hérna þetta semst farið bara beint yfir í áttina á Þórisdal, niður að beinakellingunni. Prestahnúkur, ekki Hádegisfell.
það tekur ekki nema 2,5 tíma að ganga þetta og mjög fín ganga og eins og segi alls ekki bratt en svona dálítið stórgrýtt efst en það líka hægt að fara þegar það eru fannir svona í hlíðum og auðvelt að ganga. Það kemur hérna skemmtilegt misgengi. Sjáu hérna. Er það ekki? Já, þá þakka ég fyrir. Heyrist í mér? Já, þakka ekki alveg fyrir. Við höfum tíma fyrir nokkrar spurningar og ég vil biðja ykkur bara rétt upp hönd og kynna ykkur þegar þið fáið mikrofón. Sæli, ég heiti Gísli Gíslason. Þakka þér fyrir erindi, Hilmar. Ég held að sé til vötn sem eru svona sambærileg og það eru litlu tjarnirnar sem eru upp á Glámuhálendinu. Þar er leiðnin undir 10 mikrosímens á sentimetra og fannir sem liggja út í vötnin, sérstaklega þeir sem liggja hæst þarna upp á Skötufirðinum og við höfum ekki fundið nein skortir í þeim. En við höfum ekki unnið úr allir sýnunum en þetta virðist vera svona álíka snautt eins og þetta. Þakka þér fyrir. Veistu í hvaða hæð þau eru þarna á Glámunni? Er eitthvað sem... Já, 700. Já, þetta er náttúrulega töluvert hærra, já. Það er norðar. Já. Liggur norðar. Já. Já, vafalaust má finna fleiri svona vötn, eitthvað sambærileg. En í þessari hæð sko og svona, já, nýmynduð undan jökli, tær og blá. Það telst örugglega til svona fágætari kerfa. Þess að hinn hafði verið undir fönnum þar til nýlega. Já. Og síðan það svona áður, því það eru í ágúst er ennþá fannir út í vötnin. Já. Borgþór heiti ég, þakka þér fyrir erindi, Hilmar. Mig langaði að spyrja þig framhaldið á þessum rannsóknum. Hvað þið hugsið ykkur í þeim efnum? Svo var önnur spurning þarna varðandi bessadýrin sem hefur farið til Mars. Er ekki þar með verið að flytja bara lífi frá jörðin út í aðra hnetti? Eiga þau að lenda þar eða eiga þau að vera á sveimi eða kannski komið þau bara utan úr geimnum hingað? Gæti verið. Takk fyrir. Já, hérna fyrst með bessadýrin og Mars. Þau verða höfð í hylki einangruðu og koma ekki til með, þeim kemur ekki til með að vera sleppt á framandi hnetti. Nei, ekki eins og mín. En framhaldi á, við komum til með að fylgja þessu eftir og það er meiningin núna að fara aftur strax næsta ár. Það verður nú ekki eins ítarleg ferð eins og síðast, en það er hægt að gera margt með því að leggja bara land undir 2 fætur. Þarf ekki þyrluna til sko og það er nóg að vera með bursta á sikti til að komast í fjörubeltið sko. En auðvitað verður forvöld að fylgjast með þróun á botninum sko. En það stendur sem sagt til bara að vakta þetta reglulega og minnst þá á 3 ára fresti. Og ég vil gjarnan sjá sko fleiri koma að þessu. Ég vil endilega hvetja jarðfræðinga og líka gróðurfræðinga, plöntumenn að fara þarna upp yfir og ég þó ekki væri nema til að berja þetta fallega vatn augum. Já, Oddur Sigurðsson heiti ég. Ég ætlaði að forréttast hvort að þið hefðu nokkuð greint bakteríur eða reynt að greina þær á þessu. Nei, þær urðu út undan. Það var ekki sem sagt, við hefðum getað hirt sýni í það en það var ekki gert. En það er akkúrat sko þyrildýrin þarna, þau lifa meðal annars á bakteríum. Og þau eins og smæð þeirra gefur líka til kynna þá lifa þau á smáu þörungunum og bakteríum. Þær eru alveg vafalaust þarna
En varðandi landnámi sko að mér finnst einhvern veginn líklegast að þessi dýr sko að því að þau þessar algengustu tegundir virðast vera þessar með kryptobiosis, að þær hafi legið þarna bara jafnvel í dvala í langan tíma. Jón Gunnar, já. Já, Jón Gunnar, þakka þér fyrir Hilmar fyrir mjög fróðlegt erindi. Þú nefndir að þið langar til að friðlýsa vatnið. Er það þá í vísindalegum tilgangi líkt og Surtsey þannig að þú vilt takmarka aðgang fólks að svæðinu? Já, ég vil friðlýsa vatnið bæði í vísindalegum tilgangi og líka bara svona, já það er nú fyrst og fremst það. En einnig hitt að þó að það sé kannski ólíklegt að fólk sé að bera allavega stærri lífur í þetta vatn. Allavega er ólíklegt að það sé að flytja fisk. En það er samt aldrei að vita hvað fólk gerir. Menn hafa farið ótrúlegustu torfærir með fisk hér á landi í vötn. Og lúpínu líka. En þannig að sko að það er kannski ekki svo mikið óttast þetta en friðlýsing sko held ég að sé mikilvæg líka bara til þess að gera, til þess að vekja fólk til umhugsunar gildið. Og eins og ég segi, vísindalegt gildi í að fylgjast með vatninu tel ég vera mikið. Og ég semst búinn að kynna þetta mál fyrir Borgarbyggð allavega og hvetja þá líka til þess að vernda það og ekki síður til að finna að fá eitthvað svona formlegt nafn á vatnið og blávatn finnst mér semst kjörið bæði út af þessu sem ég er búinn að nefna með tærleikan og bláa litin og ómótað vatn. En líka það að það er ekkert stöðuvatn eiginlegt á Íslandi sem heitir blávatn. Við höfum rauðavatn og grænavatn en ekkert blávatn, merkilegt nokk. En ég þekki ekki alveg ferlið með svona nafnagifti en mér skilst samt sko að örnefnarnefnd myndi ekki taka fyrir svona til þess ef ég sendi inn beiðni eða hvað sem það er nú. Heldur vísi þeir bara til þess að svona nokkuð lagað eigi bara að fá nafn með því að festast í sessi. Það sem verður mest notað. Og að því mér líkar blávatn þá reyni ég að nota þess mikið og ég get. Og ég hveti ykkur til þess að gera það líka. Þú ert ekki blávatnir í? Nei, ekki í vatnamálunum. Loka spurning. Kann ykkur jarðfræðingur skýringu á þessu ef ég má spyrja? Skjóti inn einni. Þetta er býsna stórt sko. En nú eru sem sagt tveir barmar. Það er eins og að sé innrigígur. Já, það er algengt. Það er algengt, já. Nú, ef það er enginn sem hann vil spyrja frekar, þá þökkum við Hilmari kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Áður en þið farið, þá vil ég minna ykkur á næsta hrafnaþing sem er eftir 2 vikur. 16. nóvember, þá ætlar Kristinn Haukur Skarphéðinsson að segja okkur eitthvað skemmtilegt og fróðlegt hrafna. Takk fyrir.